Gefið hefur verið út svohljóðandi bréf. Forseti Íslands gjörir kunnugt: Ég hefi ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra að Alþingi skuli koma saman til fundar þriðjudaginn 8. september 2015. Leið og ég birti þetta öllum sem setu eiga á Alþingi, boðið að koma nefndan dag til Reykjavíkur og verður þá Alþingi sett að lokinni guðsþjónustu í Dómkirkjunni hefst klukkan 10:30. Gjört á Bessastöðum 1. september 2015. Ólafur Ragnar Grímsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsetabréf að Alþingi skuli koma saman þriðjudaginn 8. september 2015. Samkvæmt bréfi því sem ég hef nú lesið lýsi ég yfir að Alþingi Íslendinga sett. Fullveldi þjóðarinnar. Sjálfstæði sem staðfest var við stofnun lýðveldisins og rétturinn til auðlinda hafsins 100 mílna frá ströndum landsins eru vitnisburður árangur Alþingis, undirstöður framfara og hagsældar kjölfesta sem fært hefur Íslendingum traustan sess í samfélagi þjóða heims. Vegferðin var þó stundum torsótt en Alþingi bar jafnan gæfu til að sýna seiglu og samstarfsvilja þegar mest á reyndi. Áfangasigrar hver af öðrum í traustri höfn. Víðtækt vald sem þingheimur beitir nú til góðs byggir því á baráttu fyrri tíðar. Ævistarfi þeirra sem áður gengu til atkvæða á fundum þingsins, rökræddu ályktanir og inntak laga. Þingsetning hverju sinni áminning þessa sögu, arfleifðina sem hið lýðræðislega kjör færir okkur og leið ábyrgðina gagnvart framtíðinni. Áréttara tíminn sem hvert okkar fær í þessum sal stuttur kafli í langri sögu Alþingis. Skylda okkar að skila fjöreggi þingsins heilu í hendur þeirra sem næstir koma. Svo ungt lýðveldið að þegar ég fyrir réttum 50 árum var hér uppi á svölum í fámennum hópi fréttaritara, flokksblöðin og gamla gufan, þá einu flytjendur tíðinda af daglegum störfum í þessum sal, sat enn á þingi hópur forystumanna úr öllum flokkum sem verið höfðu alþingismenn á Þingvöllum 17. júní 1944. Þegar lýðveldisstofnun og forsetakjöri var lýst í rigningunni við Öxará. Sumir höfðu jafnvel gegnt ráðherraábyrgð í heimskreppunni miklu, árum áður en erlend herskip birtust hér við höfnina í upphafi stríðsins. Baráttan fyrir óskertu fullveldi Íslands hafði þá varað í nær heila öld og allir vissu að fullveldið var hornsteinn í sjálfstæðiskröfum Íslendinga. Réttur sem síðar var hertur í átökum við erlend ríki útfærslu landhelginnar, fullveldið forsenda þess að hinn fámenna þjóð bar að lokum hærri hlut en heimsveldið. Fullveldisréttur sem var einnig nýlega úrslitavopn þegar bandalag Evrópuríkja reyndi að þvinga Íslendinga til að axla skuldir einkabanka. Sagan, bæði fyrr og nú, færir okkur fjölmörg dæmi þess að fullveldisréttur smárrar þjóðar getur ráðið úrslitum
örlög hennar. Sá sannleikur var þungamiðja í málflutningi og sannfæringu kynslóðanna sem helguðu sjálfstæðisbaráttunni krafta sína, bjargið sem gerði Alþingi síðar kleift að færa þjóðinni full yfirráð yfir auðlindum hafsins og landgrunninum. Stjórnskipun Íslands er helguð af þessum fullveldisrétti, ákvæðum sem leiðtogar meðal dýrmætustu ávinninga í réttindabaráttu þjóðarinnar. Þessar mundir hins vegar boðað í nafni nefndar sem ræðir stjórnarskrána að hið nýja þing þurfi á næstu vikum að breyta þessum hornsteini íslenskrar stjórnskipunar. Tíminn sé naumur, því nýta þurfi vegna sparsemi og hagræðis forsetakosningar á næsta vori. Efnisrökin eru hvorki tilvísun í þjóðarheill né ríkan vilja landsmanna heldur almennt tal alþjóðasamstarf, lagatækni og óskir embættismanna. Íslandi hefur þó allt frá lýðveldisstofnun tekist vel að stunda fjölþætt alþjóðasamstarf á vettvangi Sameinuðu þjóðanna, Norðurlandaráðs, NATO, EFTA og fleiri bandalaga, eiga gjöful og margþætt tengsl við ríki stór og smá í öllum álfum án þess að þörf væri að breyta fullveldisákvæðum lýðveldisins hinum helga arfi sjálfstæðisins. Sé það hins vegar ætlun þingsins að fara nú að hreyfa við þessum hornsteini í stjórnarskrá lýðveldisins, ber að vanda vel þá vegferð, gaumgæfa orðalag og allar hliðar málsins, efna til víðtækrar umræðu meðal þjóðarinnar afleiðingar slíkrar breytingar. Umræðu í samræmi við lýðræðiskröfur okkar tíma og þá þakkarskuld sem við eigum að gjalda kynslóðunum sem í 100 ár helguðu fullveldisréttinum krafta sína. Stjórnarskrárnefndin boðar líka tillögur þjóðaratkvæðagreiðslu og þjóðareign á auðlindum. En slíkar hugmyndir hafa vissulega verið ítarlega og oft ræddar á undanförnum árum, jafnvel áratugum, og þær hvíla því á víðtækari og lýðræðislegri umfjöllun. Þó er einnig vandaverk að velja orðalag slíkra greina í stjórnarskrá, einkum þegar ljóst er að ágreiningur er bæði innan þings og utan hvað langt eigi að ganga. Hve víðtækur rétturinn til að krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu einstök lög eigi að vera, sem og hve afdráttarlaust eignarréttur þjóðarinnar á auðlindum verði skilgreindur í stjórnarskrá. Hvað mun í reynd felast í orðalagi nýrra ákvæða? Ég hef lengi talið að greinar þjóðareign og atkvæðagreiðslu ættu erindi í stjórnarskrá, en jafnframt ítrekað bæði áður og aftur nú að samning þeirra er vandaverk og hvorki þröng tímamörk né sparnaðarhvöt mega stofna gæðum verksins í hættu. Tenging við forsetakosningar næsta vor skiptir í þessum efnum litlu og er jafnvel andlýðræðisleg í eðli sínu. Sé talin nauðsyn að breyta stjórnarskrá í grundvallarefnum eru útgjöld vegna sérstakrar þjóðaratkvæðagreiðslu þau efni léttvæg lóð. Enda eðlilegt að þjóðin fái ótrufluð af öðru að vega og meta slíkar breytingar. Auk þess er nauðsynlegt að stjórnskipun landsins sé ekki í uppnámi þegar þjóðin velur forseta að vori. Uppnámi vegna óvissu ákvæði sem beint eða óbeint breyta valdi og sessi forsetans. Því ítreka ég nú
hin sömu varnaðarorð og við þingsetningu fyrir 4 árum. Að Alþingi tryggi að þjóðin viti með vissu hver staða forsetans sé í stjórnskipun landsins þegar hún gengur að kjörborðinu. Annars gætu forsetakosningar orðið efni í óvissuferð. Að tengja verulegar breytingar á stjórnarskrá landsins við kosningar á forseta lýðveldisins er í reynd andstætt lýðræðislegu eðli beggja verkefnanna og gæti því aðeins komið til farsællar framkvæmdar ef breið og almenn sátt næst, bæði innan þings og utan, stjórnarskrárbreytingarnar. Að þær verði ekki sérstakt deiluefni í umræðum og baráttu við forsetakjörið. Við erum ekki svo fátækir Íslendingar að ekki sé hægt að veita þjóðinni með aðgreindum kosningum sjálfstæðan rétt til að ákveða nýskipun stjórnarskrár og kjósa sérstaklega forseta lýðveldisins, hver fái vald hans og ábyrgð í hendur. Það hvílir því, eins og jafnan áður, mikil ábyrgð á alþingismönnum, einkum þegar grundvallarréttindi þjóðarinnar og stjórnskipun lýðveldisins eru sett á dagskrá. Þá ber að vanda sérstaklega vel til verka því sagan sýnir að slík ákvæði standa lengi og móta örlög þjóðar og einstaklinga langt umfram önnur lög. Sérhver sem kosin er til Alþingis skynjar vel slíkar skyldur, traustið sem kjörinu fylgir. Það þekki ég vel af eigin raun, tengslum sem var að hafa í hálfa öld þótt ábyrgð og staða tækju breytingum. Þegar ég nú, samkvæmt umboðinu sem þjóðin fól mér, set Alþingi í síðasta sinn, flyt ég þinginu í senn djúpa virðingu mína og einlægar þakkir, minnist þeirra fjölmörgu sem verið hafa samstarfsmenn, einkum þeirra sem miðluðu mér af reynslu sinni í raun allra sem voru samferða á þingfundum og í nefndastarfi. Alþingi hefur tengst störfum mínum stóran hluta ævinnar, mótað ríkulega ábyrgð mína og skyldur gagnvart íslenskri þjóð, fært mér lærdóma til gagns og gæfu við að sinna störfum forseta. Alþingismenn á í hendur sögulegan arf og jafnframt tækifæri til að móta framtíðina, sækja afl í frelsi og lýðræðisskipan sem sjálfstæðisbaráttan festi í sessi. Hér ber ávallt að ganga til verka með hógværð þeirra sem vita að örlög allra eru mörkuð óvissu, að þjóðin dæmir, stundum hart, og fylgið kann að þverra án fyrirvara. Enginn sem hér hlýtur sæti getur gengið að valdinu vísu til frambúðar. Við vitum líka að sérhver tími að heill Alþingis og farsæld þjóðarinnar eru æðri stöðu einstaklinga. Þeir koma á vettvang og hverfa þaðan. En Alþingi sjálft varðveitir sessinn í sögu Íslendinga. Ég færi þinginu einlægar þakkir fyrir farsæla samfylgd og bið alþingismenn að rísa úr sætum og minnast aðgerðarinnar. Einn forseta voru og Ísland lifi, hurra! Hurra!